Egill Helgason og Hallgrímur Helga og Illu Jökuls og svona. Ég veit ekki hvort þið séu með Instagram með eitthvað, en hérna, Instagram-feedið mitt allavega bara tróðfullt af brjálæðislu myndefni frá þessum óeirðum í Los Angeles sem að virðist vera mun hættulegri heldur en, 100% hættulegri heldur en það sem gerist 7. janúar. Og örgulega hættulegri heldur en það sem gerist 1992 í svokölluðum Rodney King óeirðum þegar að þjóðvaraliðið var sent inn þá. Nú sjá hérna nokkra Instagram-búta. Hérna til dæmis, hérna neitt bara brjálæðingur sem að lögðis að rúlla bara. Brjálæðingur sem bara dundrar grjótnullungum í alla þá opinberu bíla sem keyra þarna framhjá. Þetta alltaf bara morðtilræði, Það ekkert öðruvísi. Þetta ekki brinnvarðir bílar. Þetta geti hæglega, ollið stórslýsi. Og hann heldur bara áfram og áfram og áfram. Hikar ekki við það, Hann samt að gera þetta á mjög friðsælan hátt. Já, þetta bara friðsælan mótmæli, Hann annar. Já. Og Þeir að tala spænsku við hvern annan. Já. Svo þeir að flagga mexíkonska fánanum mikið þarna í... Sérðu þetta? Já, þetta crazy. Þetta algjörlega crazy. Og þessi gaurar bara í góðum og svona sannkristnum málstað. En hinir sem voru 7. janúar, þeir allir að rotna í fangelsunum. Hérna sjáum við líka bara ástandið þarna Þetta eru lögreglumenn klárlega í lífshættu. Þetta þurfa þarna bara hörfa og yfirgefa svæðið. En blaðamenn og þeir sem hafa verið að segja fréttir af þessu, bæði hér heima og í bandarískum meginstraumsfjölmiðlum, þeir hafa mikið talað að þetta væri bara ótrúlega friðsöm mótmæli og í raun og veru bara fullt af fólki að hafa gaman að horfa á nokkra bíla brenna. Heyrðu það í þessari frétt hérna, segja á því. Já, hún ætlar ekki að hlýða okkur þessi. Group of people, it could turn very volatile if you move law enforcement in there in the wrong way and turn what is just a bunch of people having fun watching cars burn into a massive confrontation and altercation between officers and demonstrators. Large group. Það gæti orðið mjög hættulegt ef þú ferð með lögreglu þarna inn, þá ertu bara að gera ástandið. Þetta bara fólk sem að hafa gaman að horfa á nokkra bíla brenna, skilurðu. Pældi að vera svona rugglaðir. Pældi. Og svo getum við sjá næstum samantekt af meginstraums fjölmiðla áróðri í Bandaríkjunum núna síðustu daga. Peaceful protests. Most of those demonstrators were very peaceful. It is just a bunch of people having fun watching cars burn. Já, þetta bara fullt af fólki að hafa gaman og þetta eru mjög friðsöm mótmæli. Við sjáum næsta Instagram-link hérna hjá okkur. Ég ekki að sjá neitt af þessu, þetta svakalegt Þetta svakalegt Elizabeth Warren, hún sagði peaceful protests, Kamala Harris overwhelmingly peaceful, Cory Booker peaceful protests, Gavin Newsom sagði it's under control og LAPD sagði þetta væri algjörlega without incident. Allt með kyrrum kjörum hér. Það bara engar áhyggjur. Og bara af þessu myndefni sem við höfum séð nú þegar næg ástæða til þess að kalla inn þjóðvaraliðið. Já. Þó við sjáum auðvitað ekki allt sem að gengur þarna á. Næsta, þetta erum við meiri samantekt. We see peaceful protests launching in Los Angeles.
skilabóðin á þessu Instagram-vídeó er þetta bara ekki treysta meginströmsfjölmiðlunum, ekki treysta demókrötum. Þetta er allt lygi sem við berum á borð fyrir. Þetta er algjört heimsenda ástand. Sjáum næstu klippu bara. Það er þetta er eins og í bara 20 days later eða hvað heitir svona heimsenda mynd. Það er bara Þessi lögreglumenn sem voru í þessum bílum þurftu náttúrulega bara reynilega að forða sér, koma sér einhvern veginn undan fótgangandi. Því að lögreglumenn eru sannarlega í lífshættu þarna. Við kíkjum á næsta brot. Þá sjáum við að það fær hérna grjótkastið í hausinn, sko. Búm, það sést illa þarna en þetta er auðvitað grafalvarlegt ástand, sko. En við höfum séð á meðal mótmælenda eru þetta bara sem eru að mestu friðsamir eru hérna mjög hugrækir andstæðingar fasisma sem eru reyndarfarnir að ræna verslanir líka, sjáum það hérna. Þetta er nú Apple-búðin í Los Angeles. Þessir hugrökku mótmælendur standa gegn fasisma og sýna það í verki með því að ræna verslanir í miðborg Los Angeles. Sjáum hérna meira mainstream media crap, svo má segja. LA County Police say that they have it under control. Carrying a flag is not illegal, as you know. What did happen in 1992 was so different from what we're seeing now. I mean, that was a real riot. Video after video has shown that these agents are the ones provoking protesters and also making up, aggression by these protesters that later video shows people were not aggressive. We are having an administration that's targeting peaceful protests, people that are there to protest. The president is sending the National Guard because he doesn't like the scenes. He doesn't like the scenes of people peacefully protesting. The unrest is isolated. LA is home to millions of people, most of whom are having a normal day here on Sunday. You know, you've heard reports that there are riots on the streets of Los Angeles. That is not what's happening across the city of Los Angeles. Governor Newsom's right. There wasn't anything like a riot happening on Friday, Saturday. We just witnessed a protester thanking a National Guardsman for his service here in California. LAPD, by most estimates, had this under control last night. No, I don't think the National Guard is needed now. Things in LA are calm. There was a protest that got a little unruly late at night. There have been no violence where anybody that was protesting hit anybody, shot anybody, threatened anybody. Nothing has happened. What is just a bunch of people having fun watching cars burn. Most of the demonstrations were very peaceful. The Já, LA... eins og ég segi, sko, og það verður auðvitað að taka með inn í reikningin að Gavin Newsom, fylkisstjóri Kaliforníu, er leiðarljós vonarstjarna demokrataflokksins og talaði hann sem næsta forsetaframbjóðanda. Hann er auðvitað í pólitík gegn Donald Trump, 100%, og hann hikar ekki við að nota þetta ástand. Hikar ekki að horfa fylkið sitt brenna til að fá politist uppur hend, sko. Til að koma einhverju höggi á Donald Trump, sko. Ég er að minna það bókstaflega, hikar ekki við að sjá það brenna, því hann lét að brenna bara fyrir nokkru mánuði. Já, ákvæmlega. En ég sá hérna, það er Newsmax fréttastöðin sem að er, þetta er ekki bresk stöðin, eða hvað, hérna, ég fór ekki alveg að fara með það. En þetta er eins og Great Britain News, þetta er sennilega bandarískstöð, en hún er svona, hérna, á svona ferskri línu íhaldsafla og segir vókinu stríð og hendur og þessi fréttaskýring fannst mér mjög góð hjá Rob Nockrum-Smith. Við skulum hlusta á það. Perfect image representation of today's Democrat Party and the American left right here on the screen next to me, of course. And this is kind of the image of the weekend, isn't it? A rioter waving the Mexican flag, standing on top of a destroyed car as flames shoot into the sky in downtown Los Angeles. Only in this country is an image like this even possible. Pure visceral hate for a country that's simply trying to impose fundamental immigration laws after 4 years of lunacy. Illegal immigrants with this much audacity to be a part of these protests. I don't know who this man is, might very well be
A citizen might not, but we do know illegals have been partaking in this as well. It makes you wonder, if you love your homeland so much, if you're running around with Mexican flags, why are you in the United States? Just go home. If it's so wonderful, go home. If you hate it here so much, go home. But oh yeah, you came from a cartel-controlled hellscape with less welfare goodies, and that's why a lot of the noisy ones right now are here in the first place. They'd rather stay and ruin our country. Imagine a nation so drunk on guilt that it allows this kind of activity, that it sits back and watches this. In no other place except for here, probably the UK and France, the other white guilt nations, are you gonna see stuff like this go on and watch everybody just stand back and watch. You let millions of people pour into the country, you mandate zero assimilation, and then you get this. This is the thank you that we get. And then we have our media giving them glowing coverage as they riot and burn our second largest city while waving their native flags. Nowhere else would you see something like this. Try doing this in the countries that these people came from. Good luck. Burning cars. Look at this video here. Throwing stones. That's either ICE or local authorities. That's probably federal. Looks like a suburban. Look at that. Smashing the back gate open. They're throwing rocks. No reaction to this at all. Look at this video. This is in the United States in our second largest city. How are you going to let this go on? We're begging foreigners to come in, drain our resources, and tell us how much they hate our country while demanding to stay here. And the media, as they cover this, has absolutely humiliated itself with the coverage of it. Take a look. The reality is we see peaceful protests launching in Los Angeles. Let's start with there's protest, lawful protest, which is allowed in this country. No, I don't think the National Guard is needed now. Things in L.A. are calm. The unrest is isolated, is not overtaking the entire city of L.A. If you move law enforcement in there in the wrong way and turn what is just a bunch of people having fun watching cars burn into... En sjá, það var náttúrulega að taka saman, þú veist, rungarinn hann á CNN, þarna, ég man ekki hvað hann heitir, sko. Já, algjörlega þetta er. Og bara, þú veist, hversu hrapalega CNN hefur sokkið í skítinn á undanförnum 10 árum. Það er actually fólk sem bara heldur að þeir séu bara að segja rétt og satt frá. Þeir voru með credibility fyrir 10 árum síðan. Þá var CNN bara ágætlega svona virt fréttastöð og þeir náttúrulega voru samtidig byrjaðar að ljúga okkur löngu áður en að það komst upp, sko, en núna er bara gríman fallin og... Vist ekki áhugavert, sko, að þeir segja mostly peaceful protesters. Setjum þetta í samhengi við bara mótmælin sem voru hérna á Austurvelli bara daginn. Það eru bara allir rasistar. Já, samt var enginn með leiðindi. Já. Var enginn með neitt vesen. Pottið einhverja rasisti, en allur hópurinn er málari sem rasisti. Já. Þeir voru með íslenska fánan. Það var bara hræðilegt. Sama fólk segir mexiska fánan, þetta er bara mjög tákgrænt og fallegt. Já, mitt. Þú veist, þetta er svo... En hugsaðar ef að, sko... Þetta var hægri liða mótmæla. Sjáðu fyrir þér ef að það væri svona ágætis massi af Íslendingum í Los Angeles. Ólöglegir. Þeir væru núna út á götu með íslenska fána. Að mölva bíla og kveikja í og bara með íslenska fána. Þú veist, hvað rugglar það? Já, maður myndi skamma sér svolítið mikið, sko. Vá, maður. En þetta er að fréttastofur segi svona frá. Þetta er náttúrulega, ef þú sérð ekki hversu pólitískt þetta er. Allt sem fréttastofun er að gera, þessi Newsom er að gera, þetta er bara allt til að láta... Pólitík, bara pólitískt stríð við Donald Trump. Og einmitt, að fréttastofunar og jafnvel íslenski fjölmiðlar lepja þetta svona upp. Bara, og þeir eru að kvarti við því að traust til fjölmiðla sé dvínandi. Það er bara, það er ekkert eftir. Það er ekkert eftir til að treysta, sko. Þetta er algjörlega lágpunkturinn. Og já, við erum þetta að sjá. Nú þetta sko þjóðvaraliðið komið þarna inn og þá náttúrulega sko mótmæli eins og þessi eða uppþótt eru oft á tíðum fjármögnuð og skipulögð af svona non-governmental organizations sem að menn eins og Soros og svona er að fjármagna og það er ekkert eins og þetta sé algjörlega organic, svona að þetta spretti bara upp sko úr grassroot, þetta er bara skipulagt og það verður
pottjett farið í að reyna að búa til einhvers konar stríð á göttunum þegar þjóðarlegir mætt þarna og þá eru Donald Trump kennt það allt saman. En við skulum fylgjast vel með og passa okkur að hafa réttu gleraugun á þegar við horfum á fréttir af þessu ástandi. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.